Ertu á leið heim úr vinnu? Stilltu á FM 89,1. Við ætlum næst að ræða jólin og áfengisneyslu. Við þekkjum öll sögur af fólki sem dauðadrukkið jafnvel á almannafæri á Þorláksmessu og virðist hafa kiknað undan einhvers konar pressu og á börn og maður veltir í fyrir sér hvernig þeim muni líða á aðfangadegi. Og við ætlum líka að velta því upp hver hefur rétt fyrir sér í rimmu eða deilu sem hefur verið á milli ráðherra og Morgunblaðsins einkum það hvort unglingadrykkja að aukast eða minnka. Og við ætlum að ræða fleiri mál sem tengjast áfengisneyslu einkum ungmenna og hann kominn hingað á góðu gestur sem hefur oft verið hjá okkur áður við rauðaborðið. Árni Guðmundsson, forvarna fulltrúi. Vertu velkominn. Takk fyrir, kjæra. Takk fyrir. Ert þú oft fullur í jólin? Nei, ekki mikið en það margir sem halda að ég sé sem sagt neita ekki áfengi sem ég geri það. Það dálítið sérstakt fólk sem í forvörnum að það sé allt saman bindinsfólk eða fólk sem hefur glímt við fíknisjúkdóm, en það alls ekki. Já, sé bara fólk sem glímir einhvers konar fíknisjúkdóm og eitthvað slíkt En svo ekki, en ég myndi segja ég væri svona hófsemdar maður í þeim efnum sem slíkur. Já, einmitt. Þú sem forvarnafulltrúi og þú sem maður sem hefur í rauninni verið með þennan málaflokk svolítið á herðunum áratugum saman, þú hefur sannlega heyrt margar sögur frá krökkum ömuleg jól vegna áfengisneyslu, ekki satt? Já, því miður. Og því miður og þetta er því miður orðið dálítið svona að vera alltaf ríkari þáttur í einhverju jólamenningu. Jólin eru fyrst og fremst hátíð barnanna, ungmennanna. Eiga að vera það. Já, og sérstaklega þegar ég var á gólfinu, ég er náttúrulega starfað lengi, fyrir utan forvarnir félagsmiðstöð mitt sérsvið. Einmitt. Og hef alltaf verið með annan fótinn, ég verið semst að komast í félagsmiðstöð svona einu sinni mánuði til að fá súrefni, Já. En þegar maður var sjálfur, ég var lengi í Hafnarfirði sem æskulýðsþjónustufulltrúi og þá var ég dálítið mikið með annan fótinn í starfinu og þá þekkti maður auðvitað krakka og það mér minnistætt einhvern tímann að síðla í desember þá unglingur sem alveg algjörlega niður dreginn. Kom frá mjög erfiðum félagslegum aðstæðum og þetta var 17. desember eitthvað slíkt og hann hafði aldrei svo hann hlakkað mikið til jólana, hann og systir hans og það var þannig að foreldrarnir þau glímdu bæði við fíknisjúkdóm. Og hann vissi það að því að annarkvort pappa sem mamma var byrjað að drekka aftur, þá vissi hann að einhver för á Sólaströnd yfir jólin var farin og það var alveg ólýsandi sorg í augunum á þessu barni. Þess vegna finnst mann auðvitað allt þetta innihald jólan og boðskap jólan, hann þess eðlis að okkur ber ekki skylda til að tryggja öruggt umhverfi fyrir börn og ungmenni. Það að segja að áfengismenningin, ef við kallum það menningu, frekar ómenningu náttúrulega eins og þetta að verða á margan hátt, að hún skikki ekki á þetta allt saman og þess vegna alltaf leiðilegt að sjá það það alla viðburður núna í desember, jólatengdu viðburður sem áfengislaus. Það bara verið að gefa út einhverja bók einhvers staðar og þá áfengi, það áfengi sem slút allt. Og ég hef oft sagt að áfengisinaðurinn þetta boðflenna í tilveru sérstaklega barna og ungmenna og fjölda fólks. Þannig mér finnst að við þurfum að halda þetta vel út þetta sem samfélag, bara búa til einhverja umgjörðu kringu jólin sem eru börnum og ungmennu verðug. Eitt Breti sem búsettur hér á landi og hefur búið á Íslandi áratugum saman, hann segir að víða í Bretlandi séu jólin bara svona svallhátíð foreldrana og mörgum heimilum sé bara að þetta séu verstu stundir barnanna og ég man líka eftir því þegar ég var krakki í Mjóasveitinni að það voru ekki margir staðir kannski til þess að safna saman á að drekka en við vorum með kaupfélag, við vorum með búð, verslun og þar var á Þorláksmessu, þar safnaðist fólk saman og bara drakk í búðinni á Þorláksmessu
og þar sá maður fólk drukkið sem maður sá annars aldrei drukkið og það var ekkert allir glaðir, sumir voru ekki glaðir, þeir voru þunglindir, reiðir og allt það og hérna þetta er svo mikil mótsögn sko, að við vitum öll sem foreldrar okkur langar til þess að hérna sýna okkar besta, sýna börnunum kærleik en það eru ansi margir sem að annarkvort ekki ráða við álagið eða pressuna eða bara já, ég veit ekki hvað heldur það sé sem að hérna veldur því að sumt fólk drekkur bara óvinni illa jólin. Kannski er þetta orðið svona mikið streita, það þarf alltaf að vera perfekt og fínt sko, það er dálítið svona andi jólana það er dálítið svona þetta er orðið æsingur í kringum þetta allt saman, það er alltaf að vera tipp-topp og það er verið að gera alls konar hluti og það fer greinilega mikil orka í alls konar undirbúning sko. Þannig ég held að sé sko einn breti sig í kannastu sem hann er að prestera hérna slow traveling, sem sagt hægferð í bókstafsmerki og hann er ferðast og er að njóta bara síns nánast umhverfis í rólegheitum. Hann er ekki að fara að taka myndir þessu við Geysir og fara inn, sko, næsta korter er komin upp á Heklu og síðan komin út í Vestmannaeyjar eftir 5 korter búin að taka myndir þessu allstar. Hann fer svona hægt yfir og kannski er jólin orðin svona á einhvers konar styrum. Þetta er ofsalega auðvitað merkilegur og góð boðskapur eins og í öllum trúarbrögðum. Það voru alltaf með eitthvað svona hátíð sem eru djúpar og fallegar og innilegar. Þess vegna er dálítið sérstakt sko hvað þetta er orðið mikið svona jólkaupa héðina og viðskipta. Já, en það var nú samt ekki sko sterajól eða neysluæðið sem að kallaði fram þessi fyllir í sveitinni á Þorláksmessu forðum sko. Já. Þannig að ég veit það ekki. Nei. Það er hérna síðan getur náttúrulega veisluhöldur oft tengt svona vertíðarlokum eða breytingum, fríum. Já. Helgitugum að fólk eigi skilið það eða inni hjá sér að rasa út hugsar það hann áfengisbransin, hann kynnir til söguna sem einhvers konar aðferð að slappa af og slaka á og allt er æðislega flott og fínt þangað til og þetta þangað til er óþægilega oft sko í mörgum tilfellum gæti verið svoleiðis. Ég er búin að heyra í opaslega mörgu fólki sem að lýsir þeirri ömur sem fylgdi brotnum jólum vegna áfengisneyslu. Já, það er eins og vorum að tala á það er náttúrulega mjög erfitt fyrir mann sem starfsmann í velferðarstarfi félagsmiðstöða að sjá barn sem að enn einu sinni klikkar hérna, enn einu sinni koma vonbrigðin. Ekki fyrsta skipti, ekki annað skipti og ekki þriðja skipti og það er náttúrulega alveg ömurlegt að horfa upp á hlutskipti ungs fólk sem er þarna sko. Það er eiginlega þyngri en tárum taki að fara þangað sko. En þess vegna er þetta bara svo mikilvægt að búa til allar svona gleðistundir lífsins. Það er á maður auðvitað að hugsa út frá börnum og ungmennum og þörfum þeirra fyrir gott og örugt umhverfi. Fullandi fólk getur alltaf fundið sér eitthvað tilefni til þess að gera eitthvað áfengistengt ef það kýs en ekki í nánast umhverfi og inn í þessu þéttasta samfélagi sem er til fjölskyldunar. Maður verður ekki að nota þá einingu eitthvað svona. Nei. Svo er það lífsáskin sem að fylgir hérna fullorðnum fólki á Galmarskvöld. Hérna, þar hefur maður stundum verið í hættu fyrir nágrönnum sem eru alveg sko standa af alla nýr á sama tíma að skjóta upp hérna flugveldum og kveiki tertum og en það sá ágæti maður hann Hjalti minni með hann heiti sem er yfirmaður bráðamóttökunnar í hérna á Borgarspítálunum, Landsspítálunum. Mér minnir að hann hafi sagt í viðtali fyrra að það hafi nánast öll slys áramót verið áfengistengt. Er það? Einmitt eins og segir einhver hérna búin að fá sér eins og mikið að fara að skjóta upp rakettum og allt fyrir þetta í vitleysu og endar upp á slísu. Já. Og hugsaður hvernig þessu fólki líður daginn eftir sko þegar það vaknar og mórallinn og bömmurinn alveg sko og farin í nýtt ár. Já, það er alveg. Svona skilur þau. Já, þetta er virkilega sorglega sko. Þess vegna er þetta eins og segjum í svona momentum þá vil maður bara hafa gott og kærlífslegt umhverfi sem byggir á einhverju öðru heldur en áfengisneyslu. Já.
Og alltaf sé ekki bara samtalið að fólk sem finnur fyrir svona mikilli spennu og er hrætt að klúðri í jólum eða áramótum að hafi einhver til þess að tala við það og noti hreyfingu og eitthvað svona uppbyggjandi. Já, en svo líka bara það er ekki bara það sko, það er sko fólk og almennt verður fyrir miklu áreiti frá þessum bransa. Mér dætti það var held ég það er svona 3-4 ár síðan þegar bjórbransin var að gráta alveg langt fram í massi við því að það hafi verið svo mikið sölu takmarkanir á áfengi á jólabjór að það var fullt af afgang eftir og menn við segt við hvað átt að gera við þetta og þetta var ægilegt, allar þessar hömlur og allt þetta. Hverjar voru þessar sölu takmarkanir? Þá var það sko, þeir komu náttúrulega ekki öllu áfengi ríki sem vildu koma inn í ríki sko og það mátti ekki auglýsa þetta náttúrulega og það var alls konar svona atriði sem kom upp. Þegar við fórum að kíkja á svo tölur, framleiðslutölur, það var einfallega þannig að allir sem voru að brugga bjór í Íslandi, þeir brugguðu eins og við gátu sem var til þess að það var ekki til fólk í landinu til að drekka allan bjór, hann jólabjór. Og þá var það orðið bara því að vera svo mikla samkeppnistakmarkanir, að vera svo miklar hömlur og sölu og annað slíkt. En meðan að raunin var þessi, það var bara búið algjörlega offramlega þessa vöru. Það var orðið miklu meiri frambúð heldur en nokkuð tíma eftirspurn og það hefur þurft bara alla Íslendinga og fleiri til þess að leggjast í bara mikla bjórdrykkju dögum saman til þess að torga þessu öllu skilur. Þannig að það er komið svo mikið svona það er svo mikið auglýsingadótar í tengt jólunum þeirri hátíð og með þurfa að vera með jólaöl og áfengadrykki eða jólaölsdrykki einhver áfenga að þeir séu ómissandi við hvert einasta tækifæri. Það er líka þetta sem að bæta stolti við sko. Já. Og þótt það séu auðvitað mörg dæmi það að hólaðadrykki vín gleðji kannski alla viðstadda þá maður svona bara nefnir að stundum að þessi viðtöl sem ég að taka við þig þau snúast hina hliðina og það eru nægir aðrir til þess að reka áróður fyrir hinu jákvæði og yfirleitt það nú það kallast auglýsingar sko keiftur áróður það er alveg ljóst að það er alveg gríðarlegi peningar sem eru settir í markaðssetningu áfengis og hugsaði sko ef við getum notað bara hluta því fjármagni í velferðarkerfið taka biðlista, byggja upp meðferðarúrræði fyrir ungt fólk sem hefur orðið þessi staði bara verið bara markvisst að dæla inn milljónum og milljörðum peninga auglýsingar og einhverja svona ímyndunarherferðir það hvað áfengi sé gott þetta virkar því miður. Talandi frambúð á áfengi sem alltaf að aukast þeir voru opna nýja brennivínsbúð fyrir norðan eða ekki? Jú, alveg undald. Ég sá það mjög gott málgagn akureyri.net þó ég sé ekki Akureyringur þá les ég það bara reglulega. Gaman fyrir skaftafinn minn Hallgríms ritstjóri að heyra það. Já, virkilega. Ég hef sjálfur dýft niður penna þar bara í samfélagsumræðan á Akureyri og fengið fín viðbrögð því en þar sá ég merkilega frétt að það er búið að opna áfengisverslun í Hafnarstræti, miðju Hafnarstræti. Göngugötunni? Já, það er bara mynd af hefðbundin áfengisverslun og það heitir sennilega erlend netsala. Já, það er ekki átvegaferð sem sagt? Nei, það er bara eitthvað fólk sem stendur á bak við það sko og í raun og veru sko er á þessari mynd að sjá þá er þetta bara hefðbundan áfengisverslun þó þetta heiti erlend netverslun sko. Kolólulegt? Alveg kolólegt og menn eru að tala um það að fyrir einhver akureyringa virðist að vera svakalt ferðalega að fara upp á Glerártorg. Já, þetta fluttu þannig. Já, það virðist vera sko mörgum akureyringunum ofviða eins og þannig gott fólk sem býr á Akureyri sko. En þá sagði ég til dæmis með lögreglustjóran og lögreglusembætti á Akureyri hvort það sé einhvers konar sjóndebur eða eitthvað í gangi. Mér finnst þetta alveg undald að menn geti bara opnað þetta þegjandi og hljóðalaust eins og ekkert sé. ÁTVR hefur einkaleyfi til áfengissölu og það er ákveðnar forsendur fyrir því. Það liggur alveg í því að auki framboð að áfengi gefur aukna neyslu og það er ekki orðið nein pólitísk sátt í samfélaginu það að fara að auka neyslu fólks með því að auka úrval og búðir. Nei, þetta virðist vera dæmi þetta villta vestur að fólk gerir bara það sem því sýnist og það skiptir ekki máli hvaða lög við búum við. Þau eru bara... Hjá sumu fólki er það broslis. Það virðist svona alls konar svona siðferðisstandardar eins og það að við ætlum að hafa ákveði fyrirkomulega áfengissölu og það er áfengisstefna í landinu.
að menn blása bara það og þá eru það einkahagsmunir auðvitað fyrst og fremst. Já, þetta mjög skuggalegt. Ef að færa okkur úr þessu yfir í stóru deiluna sem að hefur staðið yfir vikum saman það hvort unglingadrykkja að aukast eða ekki. Þú varst nú bara hér fyrir mörgum mánuðum að vitna til þinna rannsóknar meðal annars, þar sem átt að spyrja starfsfólk félagsmiðstöðva og til að segja þetta og ég fekk fleiri aðilega þessu borði og allir voru sammála að unglingadrykkja væri að aukast. Svo allt í einu verðum við vitni að bara einhverju sem að virkaði bara eins og á mig bara eins og eitthvað persónulegt stríð. Barnamálaráðherra þar sem að hann heldur því fram að unglingadrykkja sé þvert á móti ekki að aukast, hún sé að minnka og mogginn og ráðherra deila þarna vikum saman. Þetta mjög dularfullt mál. Byrjum bara þar. Unglingadrykkja að aukast eða hún að minnka? Hún er að aukast samkvæmt þeim gögnum sem ég að vinna út frá sko. Og hins vegar eru þetta og það fannst mér alveg sérstaklega sko, maður veit ekki alveg hvað maður að fara inn í þetta sko. Vegna þess að þetta var alveg undarlegt sko. Það þannig að það hópur sem heitir Ná máttum hópurinn og ég sjálfur í þeim hóp sko. Það bara hópur af fólki út allt, biskupsstofa, landlægsembættið, heimili og skóli og alls konar velferðarsamtök sem bara hittast og leggja upp 6 til 8 svona fræðslufundi á ári. Og einn fundurinn var þarna núna í byrjun desember eða nóvember, í nóvember var það og þá erum við að velta þessari spurningu fyrir okkur, meðal annars út frá þeim rannsóknum sem ég hef gert og fleiri og svona hvernig þeir sem eru á vettvangi voru upplifað þetta og það ákveðið að bara halda sem sagt málfund þetta. Æðislega fínt þarna eitthvað hernum, ódýrt og gott kaffi og fínt salur og svona og þannig verið að ræða og þannig kemur blaðakona frá Morgunblaðinu sem bara eins og við hina á þessu fundi og hún skrifa bara fína grein fundin. Bara, ég hugsa með mér sko, þetta er bara blaðamaður sem bara fer og hlustar, heyri hvað fólk að segja og skrifa grein. Og þá fer einhver alveg undarlega atburðar á staðmaður að það fer að koma hérna tilvitnanir íslensku æskulýðsrannsóknina, fréttatilkynning frá menntamálaráðherra og víst sé þetta allt í lagi og ég skildi bara aldrei sem fræðimaður, ég bara skildi aldrei hvaða skilmingar voru þarna í gangi sko. Og sennilega einhver pólitík þarna á bakvið. Hvaða pólitík? Það er það sem ég skil ekki vegna þess að sko velferð náttúrulega ekki hægri vinstri eða neitt slíkt eða sjálfstæðarflokkur flokkur fólksins eða hvernig þetta sko. Nei og það ekki barnamálaráðherra sem hefur setið í embætti innan við ár að kenna ef unglingadrykkja eykst. Ég skildi bara aldrei út af hverju að vera að þvæla sko íslensku æskulýðsrannsókn inn í þessa umræðu vegna þess að sko nú er Ragný mikil vinkona mín og við erum samstarfsfélagi Háskóla Íslands og við ræðum oft þessi mál. Það sem kannski var fréttin í ef við erum að tala sko hvernig ástandi á feltinu, fréttin kannski svo að þannig erum við sko, það rannsókn sem ég geri að ég bara að tala við fólk beint út á feltinu. Ég bara sendi fórstöðumenn félagsmiðstöðvar spurningar og þetta hef ég gert með ýmis mál bara sem varða félagsmiðstöðvar í gegnum árin. Þetta bara einfaldur spurningalisti sem bara spurt ýmis atriði, hvernig fólk upplifir umhverfið og þar eru allir signalar rauðir. Og það getur alveg verið, segjum það að ég hef enga trú á sko, nú kemur það að hjá rannsóknargreiningu þá kemur í ljós aukning hjá 15+ aldrinum. En það kemur í ljós að 13-15 aldurinn, hann stendur svona þokkalega í stað. Ef við göngum bara út af því að rannsóknargreining sé, íslenska æskulýðsrannsókn, hún sé bara rétt og ég efast það ekki neitt, það tölur sem þeir eru að vinna með einhvers konar niðurstöður sem þau fá og svo má velta fyrir sig hvort að krakkar séu með eitthvað spurningaleið eða eitthvað slíkt sko. Svo hefur annars vegar þessar niðurstöður sem ég er með sem segir það allir, þegar 2/3 það er svona 2/3 af félagsmiðstöðvum í landinu svara könnun sem ég geri og þar til dæmis aukningi áhættuhópa, þar sjáðu aukna tíðni áfengisneyslu og þau sjá aukna hópamyndun, eftirlitslausa hópamyndun og það er bara rauði signal allstað, það er bara síðustu 2 árin upplifir fólk mikla breytingar og þetta er svona mínum að þessu myndir hringja út á sjó og spurja sjómann hvernig veðrið var og hann segir það er svakaldungur, svo getur hringt í Veðurstofan og hún getur sagt að veðrið sé einhvern veginn öðruvísi sko samkvæmt einhverjum útreikningu þeirra sem slíkt. Hvort viltu trúa sjómannum? Þetta er algjörlega sikkur aðferðin
og ef maður myndi draga þetta saman sko, að því þú spurðir neyslan að aukast, ég get alveg fullist það sko, en ég fullir það sé aukast, en það sem getur sagt okkur ef íslenska æskulýðsrannsóknin sem með sína tölur tökum þær bara alveg 100%, það sé bara engin skekkja neins þeim og þetta sé allt saman rétt, þá hin myndin þessi að þeir sem að neyta áfengis eða vímuefna eða áhættuefni, þeir eru þá sína miklu meiri slíka hegðun. En ég veit ekki, ég hef enga forsendlega að setja niðurstöður íslensku æskulýðsrannsóknar. En gallinn við þá rannsókn hefur verið talað er sá að sá hópur sem að kannski í mestum vanda, hann ólíklegastur til þess að svara vegna þess að hann ólíklegastur til þess að mæta í skólan yfir höfuð og könnunin framkvæmd á skólatíma. Ekki satt? Jú, svo getur líka verið sko að það sé svona ákveðin svona spurningalista þreyta komin í ungt fólk, það mikið að listum sem koma og ef þetta langi listar og það líka tendensin sko ef við myndum fá könnun frá Gallup eða einhverju eða maskinu sem við fengjum spurningar sem við myndum álita svona gildislanar eins og hefur verið dauðadrukkin eða blindfullur, þá það þannig að þó þú hafir orðið það, þá myndur þú kannski ekki viðurkenna það. Þannig að það geta verið svona einhver aðferðafræðilega skýringar sko á þessu öllu saman, en ég hef engar efasemdir það að íslenska æskulýðsrannsókn gerir eins vel og hún getur. Einmitt, það örugglega bara allir sammála það. Já, þess vegna var þetta dálítið leitt sko. Það var dálítið leitt að allt í einu sé íslenska æskulýðsrannsókn sem dregin inn eitthvað sem ég myndi kalla pólitíska deilur. Já. Að því að mér finnst bara ég var virkilega ánægður þegar fjölmiðlar sýna viðfangsefnum eins og náum áttumhópnum mikla virðingu og mæta og skrifa bara fína fréttir viðburðinn, þá finnst man ekki gott að lenda í einhverju pólitísku sko, í miðjum svona pólitísku stormi sem eiginlega dregur úr sko að því að nú þurfum við að taka höndu saman og vinna í þessu og þá náttúrulega mjög sérstakt að barn- og menntamálar verða að gefa út eitthvað heilbrigðisvottorð allt sé í fínu. Þannig að bursi frá öllum pólitískum skoðunum þá þitt mat að fréttaflutningur Morgunblaðsins hafi verið fyllilega réttmætur. Sko fyrsta fréttin sem kemur náum áttufundin, þetta bara fín blaðamennska, þar sem að blaðamaður fer á fundum alvarlegt málefni, súmmer upp og tekur inn allt það sem fór fram á fundinum, skrifar það fína frétt sem var bara blaðamannum og miðlunum til sóma og þess vegna var eftirleikurinn svo skrítinn. Svo verið að setja þetta í einhver lið sko að við sem erum þarna á feltinu sem koma út í íslensku æskulýðsrannsóknum og eitthvað slíkt, því fer ekki fyrir að fara vegna þess að það ákveðið svona samstarfsmódel á milli aðila, auðvitað fólk ekki alltaf sammála hvernig á að fara inn í rannsóknir og það líka þetta gamla klassíska kvantitatífa og kvalitatífa sko, hvor rannsóknaraðferðin merkilegur og betrið og það líka það íslenska æskulýðsrannsókn kerfi sem að taka við af öðru kerfi sem var mjög gott rannsókn og greining. Þar voru svona, mælingar voru mjög reglulega þar og það var sem sagt bara ákveðnar spurningar sem að sveitarfélög notuðu. Ég þekki til í mínu sveitarfélagi Hafnarfirði, þá var það bara nýtt í hvernig þú byggir upp forvarnastarf í bæjarfélaginu. Eða þú sást til dæmis í einu hverju bæjarins var áfengisneysla fór upp, þá fórstu bara inn í hverfi og komst með áherslu þar inn. Önnur hverfi var allt í fínu, þá varst ekki að gera neitt. Það var ekki semst blási í herlur og sagt hættið að drekka brennivín yfir allan hópin eins og stundum var gert í gamla þetta. Settur ykkur 100 áskall og svo var rópað í viku og svo var það bara búið. Rannsókn og greining, þessi aðferð sem þau voru með, var mjög gott stýritæki í forvörnum, sem líka var þessi íslenska leið sem er líka önnur ella vegna þess að íslenska leiðin því miður bara orðin einhver afurð sem sko til útflutnings en við erum hætt að stunda hér heima. Já, þetta mjög dularfullt mál hefur verið, finnst mér að fylgjast með þessu. Alveg leiðilegt vegna þetta allt sómafólk sko, allir sem að rannsaka málefni barna og unglinga allt fólk sem vil líta í eina átt sko. Þess vegna það þannig að þetta bara hvernig sko rannsóknarsniður mismunandi Þetta grefur undan trúverður. Algjörlega, því miður vegna þess að það alls konar fullt af sko, það þessi vog sem íslenska æskulýðsrannsóknum sem mjög flott og hægt að fara inn á.
En svo má alltaf skerpa og koma með, það endalaus umræða það hvernig þú spyrð fólk og hver sem sagt réttmæti svaranir sem þú færð. En ég þekki það bara sjálfur sem verið á vettvangi. Ég fór stöðumar ég í Hafnarfirði 92 þegar allt fór upp hérna á Íslandi og þá var manni það sko þegar að þetta kemur fram í könnunum þá voru við búin að hafa tilfinningu á feltinu miklu fyrr. Þannig að þetta getur líka vel verið að þessi bylgja sem ég að greina hún sé ekki búin að skila sér. Það hugsanlegt sko. En ég alveg bara vettvangurinn alveg saman hvar ferði hann, barnaverndaryfirvöld, félagsmiðstöðvarnar, það allir signalar sko ljósrauðir ef ekki rauðir. Og mjög einkennilegt sko eins og Morgunblaðið heldur fram að það sé verið að beita síðum stjórnarráðsins sem einhvers konar bloggsíðu sko þar sem að við getum sagt að staðreyndir orki tvímælis bara svona til þess að orða það mildilega. Ég bara okkar á milli sko, ég bara skildi aldrei hvað fór í ganga þarna sko, bara að því maður vanuð því sko og stundum hefur að takast á þessu raunverulega hvort að þessi aðferð sé betri rannsóknarheldur en hin og það ég þekki það nú ráskóla hvernig það oft líflega deilur sko hvað nú merkileg en hitt í þeim efnum. En mér fannst þetta alveg furðulegt og ég hugsa með mig, ég set þetta bara eitthvað pólitískt krap sko, við bara því miður lentum við bara inn í stormunum og og þess að heift á milli sko Morgunblaðsins og einhverja ráðherra og ekki síst flokksfólksins sko. Ég skildi aldrei þörfuna fyrir það að segja allt var í lagi. Eins og barnamálaráðherra gefur út sko, ég bara, þetta eiginlega út úr takt við ýmislegt og bara sko eins og segi, ég bara mér sjaldan svona orðavant sko, ég bara skildi ekki þetta geim, ég bara verið að segja það. En gott að fá þitt sjónarhort því að við höfum mörg verið eitt spurningamerki. Við þá næst að ræða skuggafélagslíf. Já, það er alltaf skrætt, það nýtt hugtak. Það nýtt hugtak? Já, það ung kona sem að Þórdís Sverrisdóttir sem er nemi við er tónstafélagsmannafræðingur og skrifaði afskaplega góða ritgerð félagslíf framhaldsskólum, BA-ritgerð í tónst- og félagsmannafræðum. Og það hún sem sagt byrjar eiginlega finnur þetta hugtak skuggafélagslíf og það kemur reynda fram í annar ritgerð sem ég var að vinna með ungum manni, Bjarna Gaut, sem var að skrifa svipað, sama efni eiginlega, þannig að þetta magna þetta komið svona í tveim góðum ritgerðum. En það er orðið þannig sko að við höfum upplifað það auðvitað menntaskólinn og þau ári eru ár svona félagslegra æfinga. Fólk er ekki bara að læra allt sem að læra í menntaskóla, allar þessar hefbundugreinar, heldur félagslífi í menntaskólum ákveð uppbyldstæki. Við höfum séð til eins og á sem að fara að draga skóla einhverja dilka en við getum tekið samsum á dæmi ákala vanda og flott félagsstarfi Vestlunarskóla Íslands og öðrum skólum, menntaskólum í Hamrahlíð og þetta MA og fleiri skólum, maður getur bara tekið fullt af skólum það sem er alveg ofsalega blómlegt og gott félagslíf. Sko í augum margra er það bara krakkar að hafa gaman. Við sem erum félagsuppeldsfræðingar við vitum það að þetta er stórkursi tæki til að auka þroska barna og ungmenna og skólarnir, flesti skólarnir nota þetta að mínum að þetta er bara mjög markvisst. Að setja upp eina leiksýningu, frábæra leiksýningu, skipuleggja dansleik eða hvað átt að gera málfund, þetta er allt saman ekki síðri menntun heldur en bara menntunin sjálf, þessi formulega menntun. Skapandi framkvæmdastjórar framtíðarinnar. Alveg og sjáðu bara alla þessa blússandi menningu í menntaskólum. Fyrsta vandamáli var það að stytta þetta inn í 3 ár og að láta alla flýta sér framleiðin. Við fyrirgefum það aldrei. Nei, þarna er að framleiða mikið, þarna er Excel-skjala fólki komið og segja getum við ekki sett 4 ár og 3. Jú, þetta finnst einhverju mönnum sem er að sýsla með peninga rosalega sniðugt af því þetta er svona einhvers konar, þetta er arðbær framleiðsla greinilega, þetta er svona eins og Coca-Cola-vél sem gengur þá aðeins hraðar bara. Betur hefðu við stilt grunnskólan líka. Já, þú stillir bara vélina hraðar, sko, þá fara fleiri klókfúrskur í færibandi. Það þýðir það að þó að þetta gangi vel í Excel-skjólunum og lífið þar sé allt saman í harmoníu, þá þýðir þetta í lífi unglinga að það er miklu meiri vinna í öllum. Það lætur eitthvað undan. Og það er félagslífið að mörguleyti og svo er annað sem skeður áfengisbransinn er orðin alveg óbóðslega ágengur á þessum aldurshópi að fá kúnnan inn sem fyrst er best þannig að þetta hugtak skuggafélagslíf sem að Þórdís skilgreinir
sem sagt félagslíf í framhaldsskólunum sem utan hérna skólana sjálfra. Já, utan hefðbundinnar dagskrár sem fylgst með. Já, og þar hafa verið ákveðnar reglur, eins og það hafa verið áfengislaus spöll og annað slíkt, sko. Nú heyrir maður bara fréttir og bara svona af menntaskólaböllin, þau séu dálítið að færast úr þessu hefðbundna sem var. Einhvern skólum heyrði ég að svona glæsilegar hátíð sem alltaf hafa verið sko uppselt á og allir mæta það sé bara léleg mæting og jafnvel aflýst vegna þess að það er komið svona sjálfstætt líf menntaskólanema fyrir utan kerfið sem slíkt. Þannig að þetta félagskerfi menntaskólana sem er stórkostlega gott uppbyggstæki að það er sem sagt að svona í og með að leggjast af út af þessu stressi við að klára þetta stúdentstæmi sem fyrst og því fyrr sem út af því hagkvæmara er það fyrir alla Excel-reiknara ríkisins að hérna á komist bara eins gott vel og gegnir og þú missir alveg og þú missir svo mikið félagslega þetta þekkir maður sem starfsmaður Háskóla Íslands að breytingarna frá 4 ára námi í menntaskóla yfir í 3 ára nám við fáum alveg rosalega mikið á góðu fólki og við sem erum með tónlist og félagsmannafræði við erum þökkum það alla daga fyrir hvað við erum að fá gott og skemmtilegt og fest og yndislegt fólk í nám til okkar en við finnum að eftir að námi var 3 ár að þá verður þessi félagslið þáttur veikari sem er mjög gott nesti inn í háskólanum skilur þannig að við erum að taka út úr menntaskóla náminu ef við ætlum að tala sko nám sem sagt ekki bara próf í starffræði eða hvað átt að taka prófi að þá eru þeir þættir að hverfa og svo er það ekki bara það heldur við líka missa þetta yfir í umhverfi sem er ekki gott einhverja frétti voru einhver útilegu sem einhver framhaldsskóla var með sem fór algjörlega út í böndunum einhverjir leigja bara einhverja sal út í bæ og það er einhver vertinn skrifar upp á eitthvað áfengisleyfi og svo er bara engin aldurstakmörk og allt þetta og þetta vex og þetta er sem við kallum skuggafélagslífið og gaman að sko að þegar svona ungt fólk sé okkur fer að kíkja á þessa hluti og kanna hvað þetta er allt saman þetta er því miður, þetta er bara við erum að missa þennan þátt út úr framhaldsskólum. Já. Þannig að sem sagt svona miðstýring og eftirlit og umgjörð svo sem framhaldsskólarnir hafa veitt utan áfengislausar skemmtanir og svona að þetta taumhald er að bresta og krakkarnir finna sér sjálfur leiðir til þess það er bara, já, og svo hafa komið upp svona einhver mál sko, hvað er skólans og hvað er þá nemendana og eitthvað slíkt og ef þú ert blanku vert sko, sem hefur enga peninga, hvað er þá betra að kría pening út af einhverjum menntaskólanum með þessu fá og krónu sem þau hafa það er alls konar svona hluti komnir upp skilur og þess er svo mikilvægt að því að við erum svo þegar að því að félagsupplýsfræðingur sko kerfi hefur tendist að líta á menntun í svo þröngu sjónarhorni þú getur bara að fara í gegnum skóla tekið sér próf og þá ertu bara að koma með einhverja menntun sem er þá bara mjög svona takmarkuð sko mestu verðmæti í nútíma samfélagi er það að geta komist af í samskipti við annað fólk og fungera sem manneskja í samskipti og allt þetta er svo mikilvægt og það kennur ekki bara í 45 mínútna einingum í einhverjum menntaskólaherbyggi út í bæskilur það kennur bara með því að setja upp leiksýningu það kennur með því að hafa málfund það kennur með því að hafa áhugamann hópum eitthvað og það kennur með því að hafa einhverju svona góð umhverfi djammið er náttúrulega hluta því að losa sig frá agavaldi fullorðna og það kemur hægt og syngandi inn en þegar það er orðið einhvers konar aðaladri í þessu öll saman þá missum við svo marga þætti þess vegna held ég að vandinn okkar í dag og samfélagsvandinn er þetta að við erum komið ykkur Excel-vætt kerfi sem er að meta hluti sem skipta ekki raskat máli afsaka að ég segi þetta svona sko tökum bara dæmi, við vorum að ræða einhvern tímann í skóla okkur þannig að það var í félagsmiðstöð það var hópur sem var hlæjandi í 2 tíma og það var allir konum með haspur í magan út til hlátri og þá sagði einhver, hvernig myndi nú Excel-skjölin meta þetta hvernig reiknar sko Excel-meistar Reykjavíkurborgar sko þetta moment hvað eru verðmætin í þessu momenti sko í þessum kerfum sem er að meta alls konar hluti þannig að við erum komið bara í tóma vitleysu þetta er svona framleiðni sko og við getum séð líka bara krakkar sem eru að taka menntaskóla á 3 árum ofsalega gott að taka bara sem fyrst eða þessi búin að gera eitthvað þú komur svo mikið hraða svo dettur út af þessu þá er ekki kerfi sem er búið að sitja hjóli allt og rætt heldur þú sem einstaklingur ekki nógu fljótur að hlaupa þannig að við erum komin í svona einhvers konar hugmyndafræðilega vitleysu sem byggjar á einhverju töflureiknum sem hafa enga þýðingu fyrir það sem að kalla menntun eða velliðan í samfélagum
það er bara keyrt eins hratt og þú getur og svo bara sorry, þú getur ekki hlaupið, þá þú úr. Og þarna byrjum við með því að stytta menntaskólan og þessi reiknameistarar ríkisins og allt þetta lið sem alveg á fullu í þessu, þetta hefur engin svona verðmæti raunveruleg fyrir mannlíf og samfélag. Þegar svona ef ég sýtti þetta mjög svartkvítt upp, skilur. Já, sko, áherslan á hið mælanlega, hún náttúrulega allt og mikil. Þetta bara fáránlegt, sko. Stundum verið að mæla alls konar vitleysu sem hefur enga þýðingu að mæla, að fara heilu dagsverkin og ársverkin í þetta, af því að það einhver fælni hjá, já, bara svo ég vísi til reynslu minnar þegar ég var hjá Umhverfisstofnun, sko, að það einhver fælni að álykta, setja í samhengi, skoða gögn og bæta einhverju við, að þetta verður bara mælingin ein, Excel-skjölin ein, alls konar þekking fyrir mikill tími að afla þekkingar sem samt harla lítils virði af því að það skortir samhengið. Já. Þetta er mikill vandi í það. Sko, ég held þetta orðið, sko, það orðið svo mikið hraði í svolítið saman og Líka skortur á hugrekki og skortur á rými hjá starfsmönnum hins opinbera að þeim finnst til þess að fást við eitthvað annað en staðreynd sem hefur verið mælt. Já, og svo það spurning, sko, hvað verið að mæla? Verið að mæla það mælanlega eða verið að mæla það mikilvæg? Bara mjög oft ómikilvæga hluti. Já, maður séð þetta mikið í það er alls konar hugsaðar fjárveru fólks frá vinnu, frá skóla, út áleið. Það bara þetta hjólingang og hratt. Ég hef aldrei skiljað en tendislega flýta þessu svona mikið eða búa til einhverja arðbærni, sko. Það getur ekki arðbært að halda fólki alltaf á eddsinu við það að vera komið brunalíkt af því í vinnu út af því að það er svo mikið álag í því hvað fólk á að gera í vinnu. Það er svo mikið álag hvað fólk á að gera í skóla. Það er alltaf að flýta sér til að mynda eitthvað arð sem bara loft. Það upp í staði. Þetta í hug eitt dæmi sem íþróttatölfræði sem mér finnst alveg rosalega skemmtileg vegna þess hvað íþróttafréttamönnum finnst íþróttatölfræði skemmtileg en fyrir okkur flestinn þá bara við botnum ekkert í því hvað þeim finnst sumt skemmtilegt og merkilegt. Sem dæmi, sko, þá gætirðu verið að horfa á handboltaleik, landsleik og það gerist eitthvað á 13. mínútu seinni hálfleiks og íþróttafréttamaðurinn sem væri að lýsa, hann væri bara líklegur til þess að skrifa fréttum það síðar að þetta væri í fyrsta skipti í 10 ár sem maður meiddist á vinstra eyra á 13. mínútu seinni hálfleiks í hraðaupphlaupi. Og þetta bara svona dæmi einhverja þekkingu sem að skipti nú fæsta miklu máli. Nema sem áhugamál, sko. Reynda heyrði ég góða skýringu, sko, ef það eru aðferðafræðingur, Amalía, vinkona mín og vinur sem frábær aðferðafræðingur. Hún sagði einhvern tímann, sko, ef það eru mikil frávik í meti, þá yfirleitt lyfjasvindl. Þú færi mælingar, þetta alltaf á svipum punkti, þú hoppar þessa hæð, svo kemur eitt sem hoppa miklu hærra allt í einu. Þá það sennilega bara vísbendingum að menn sig að bryða ykkur töflu sem ekki má. Nei, en ég held þetta sé tóldi, sko, og við finnum þetta sko, í æskulíðstarfnum tóldi að sko, þessi hraði allu saman, sko, og allt þetta að vera að flýta sér á öllu og þurfa ekki vera búin að öllu til að fara í næsta. Þessna held ég að þessi umræða sem kom fyrir svona 10, 12, 15 ára með núvitund hafi verið, hún svo sprettur úr þessum jarðvegi, sko, að það þarf ekki að vera þessi framleiðni óbóðslega sentralt hugtaki öllu í tilveru okkar allra því miður. Svo eitt varandi sem að mér langar bara að bæta við frá eigin brjósti eins og við leyfum okkur stundum hér á samstöðinni. Eitt varðandi úthýsingu félagslífsins frá stofnunum sjálfum sem hafa svona veita öryggi og eftirlit yfir í einhverja sali út í bæ. Ég man alltaf þegar ég var í menntaskólanum á sínum tíma, náttúrulega orðin meir en 40 ár síðan, að þegar voru skólaskemmtanir, þegar voru skólaviðburðir, þá var ekki boðið að fá sér glas sem maður gerði annars, sérstaklega þegar svona nálgaðist tvítugt, vegna þess að ef maður gerði það, þá átti maður bara á skólaskemmtun, þá átti maður að hættu að vera vikið burt úr skólanum og það var eðlilega áhætta sem að fæstir tóku og þá vandist maður því að bara dansa, reyna við stelpur, vera skemmtilegur.
hérna án áfengis, þannig að margir svona fengu þjálfun í því sem annars hérna hefði ekki verið, því að þetta hjá mörgum mikil djammár, sérstaklega með að mennskólanum á 4 ár, sérstaklega við förum marga áratugi eftir í tíman, þannig að hérna, hvað sem manni fannst þessar heimskulegu reglur þá, að maður mætti nú ekki fá sér aðeins í glasangur í skólaskemmtum, fann hann nálgast tvítugt, þá hérna svona þegar maður lítur aftur, þá sér maður alveg að þetta var svona uppeldis gagnlegt þjálfunartæki. Sko það sem nefnilega þessna ástæðan fyrir að maður blandar ekkert áfengi í þetta einmitt þessir þætti sem þú ert að tala maður hefur séð til dæmis eins og það var nú mörg ár síðan þá vorum við með hérna gömlu dansaklúbb í æskulistarfi í Hafnarfirði sem þótti alveg rosalega hallærislegt og það var hringt í mig bara og sagt Árni þú voru að koma og nú verður bara að koma hérna upp í félagsmiðstöð og sjá þetta með einu augum. Og þetta var náttúrulega, krakkarnir voru dálítið flýsandi, sko. Þetta var 13-15 ára krakkar. Og þannig verið að spila gömlu dansana vissulega og þannig allir að dansa. Svo dansaður einn dans og svo skiptum. Og sætistrákurinn dansaði við sætu stelpun eða það dansu allir valla, sko. Og langistrákurinn og mjóistrákurinn og allt þetta, alls konar fólk dansaði við alla og það var sem gömlu dansana, þetta var svona fyrsta tækifæri unglinga til að snerta á hvort öðru á þess að vera klaufalegt og þessi krakkar sem hefur hlegið alveg rosalega mikið og þetta var rosalega gaman að þau fundu þarna þetta var einhvers konar tækifæri til að skapa einhverja nánd sem annars sköpuð í með Bakkus á öxlinni og þess vegna til dæmis þessi samkomur menntaskólans mörku því að hafa ekki áfengi það vegna þess að alls konar fólk auðvitað í þessu yndislega hlutskipti tilverunar að vera skoti hvort í öðru og allt þetta og það þá ágætt að það sé undir einhverju kringumstæðum sem eru fínar og allt þetta það hefur verið gerð, sko, ég man eftir sjálfur, ég var reyndar þegar Tónabæri var hérna í eldgamla daga sem unglingaskemmstöð þá mátti drekka brennivín þar ekki inni heldur mátti fólk koma að drukja inn og sama tíma eru félagsmiðstöðnar að koma og þá var þannig að það var algjörlega óvinnandi í þessu umhverfi þar sem unglingar voru druknir það var bara svona rústabjörgunarstarfsemi sko, einhver var fullur og eitthvað svona þetta hafði ekki neitt gildi nema bara ömurðuna sem fylgdi þessu öllu saman meðan félagsmiðstöðnar það fer engin drukkin inn í félagsmiðstöðar og þar ertu að vinna með fólk með alla þessa þætti þetta að læra að vera manneskja og þessna eins og vorum að tala þess er svo verðmætt að framhaldsskólarnir náttúrulega elsti árgangurinn orðin sem sagt 19 ára það er að segja efsta árið fyrstu 2 árin eru í menntaskóla ertu skilgreind sem þú ert sem barn til 18 ára aldurs það þarf einhvern veginn að finna leið í menntaskólanum til að halda utan þessi frábæru gildi sem félagslífi hefur gefið bara til þess að fólk verði menntað í breiðasta skilningi þess orðs ekki bara bókmennta ekki bara bókin sem slík skilur og það verður ekki sett í Excel-skjal. Nei, og hæfni til að vera manneskja og samskipti og allt þetta. Við kannski erum við í þessu stjórnsýslu, Excel-stjórnsýslu dóti öllu saman. Þá kannski meðferðarbransin, æskulífsbransin, velferðarbransin, hann utan mælikerfis, utan mælingakerfa. Og þá á maður ekki að fara að djöflast ennþá meira einhverjum Excel-skjölum, heldur maður bara að fara að kíkja það sko. Hvað það sem maður þarf að hafa inn í þessu mengi sem ekki og við getum alveg tekið þegar menn fóru að telja fætur og ekki fætur heldur bara hvað koma margir krakkan í félagsmiðstöð og deila þau upp í fjárhagsáætlun og svo það kostar bara 55 krónur hver heimsókn ungmennis í félagsmiðstöð sko það segir okkur ekki neitt nema einhverja starffræði sem hefur enga þýðingu meðan að til dæmis tökum bara ungmenni sem hefur farið í félagsmiðstöð lent í einhvers konar hópastarfi ná fótfestu í lífinu þá geta Excel-menn fara að reikna hvað kostar einn einstaklingur okkar sem lendur í miklu veikindum, lendir í einhvers konar afbrotatengri starfsemi út frá fíknisjúkdómum og slíku. Það alltaf að sóa milljónum í þá áttina þannig að sko Excel-skjöli mæla allir ekki þörfina fyrir mjög snemtækum viðbröðum gagnvart vímuefnaneyslu unglinga. Ef það væri að mæla þá erum við löngu búin að leysa þennan mikla vanda sem við erum að horfa á fyrir þann hóp sem hefur sem allra verst og við komum lengst því miður.
þess að það bara parkera svo ég hef náttúrulega miklu fordómar gagnvart Excel-reiknurum landsins en þeir gera þetta sitt gagn þeir eru bara allt og ráðandi. Þetta er nauðsynleg gögn ásamt öðru algjörlega. En það má ekki einblína á. Nei, það er bara fullt af þessum gildum lífsins eru ekki mælanleg. Bara Viðar Halldórsson talar félagslega töfra sem er frábært hugtak og merkileg vinna sem hann hefur unnið af hendi þar í því og í því eru fólkin alveg brjálagslega verðmæti en þau komast aldrei inn í Excel-skjöl samtímas eða framtíðinars. Takk kærlega fyrir spjallið Árni Guðmundsson, forvarnafulltrúi og ég ætla að óska þig gleðilegri jól. Já, sömuleiðis, bara þér og þínu fólki. Takk fyrir. Nú, þættinum þá lokið hjá okkur í kvöld, kæru hlustendur og áhorfendur. Þurfum að læra að verða manneskjur, sagði Árni, og ég vona að við gerum öll okkar besta til að vera manneskjur jólin þegar kemur að neyslu áfengra drykkja og öðru því sem að einkennir mannlega hegðun. En við notum oft tækifæri til þess að minna ykkur á það að ef þið hafið oft velt því fyrir ykkur hvort þið viljið styrkja samstöðuna en hafið ekki komið í verk og þá er ég að tala fjárhagslegan stuðning þá gæti verið ágætt hugmynd ef þið viljið að við séum áfram í loftinu og jafnvel styrkjumst og döfnum að hugleiða það að greiða mánaðarlegt framlag sem hægt að gera með að fara inn á vefslóðunarsamstöðin.is og finna það napp þar sem ástendur áskrift og gegn aðeins 2.750 krónum á mánuði getið þið haft mikið með það að segja að við höldum áfram okkar starfsemi. Þið vitið að rekstur einkarekinna fjölmiðla á Íslandi er afar þungur og það myndi skipta kannski litlu máli fyrir þig en miklu máli fyrir okkur ef fleiri myndu styrkja okkur. En þeir eru ótrúlega margir sem styrkja okkur og styðja með ýmsum hætti, deila okkar efni og við erum þakklátt fyrir það. Sumir vita ekki að við erum útvarpsstöð, við erum á 89,1. Það er hægt að ná dagskráni í ýmsum öppum, það er hægt að fylgjast með okkur í beinni á Facebook. Stöð 5 á símanum. Síminn gerir vel við okkur með að bjóða upp á samstöðuna sem sjónvarpsvalkost. Hin sjónvarpsfyrirtækin hafa ekki viljað gera það. Það er spurning hvers vegna. Þannig að þið eruð okkar sterkasta vopn, þið almenningur og samstöðin er í eigu almennings. Segjum þetta gott í kvöld. Takk fyrir að horfa og hlusta. Verið sæl. Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.